Ég vil taka Halldóri Laxness fyrir upplestur úr Íslandsklukkunni. En næst á dagskrá gráa svæðið. Það nú ekki á hverjum degi sem að strákarnir henda í eitt lítið. Podcast 2018, ár tækifærana. Það nú að deila það. Hvort myndirðu frekar hlusta þannig þátt eða fara í sleik við Sigmund Davíð? Svaraðu því! Nei, Lísa litla, þú átt ekki að vera á sviði fyrir hann á morgun. Ég sver að ég mun stúta þér barn. Það er þorrablót! Ef þið haldið að þið getið tróðið ykkur í andlitið á mér. Nei, mér fannst þetta kannski ómikið að þú trippa með þetta. Þá hafið þið rétt fyrir ykkur. Við ætlum að tróða ykkur úr súru drasli í smettin á okkur. Plasthemmi Gunn myndi ekki snerta þetta. Þú ert að hlusta á gráa svæðið. Já, þá erum við komnir aftur eftir allt of langa tíma. 3 vikur aðeins langur tími. Það er svolítið langur tími, já, við finnst það. En ég meina, óviðráðanlegt kannski af vissu leyti. Af vissu leyti, já. Af vissu leyti. Náttúrulega þegar 2 af 3 komast í þáttinn, þá náttúrulega... Já. Náttúrulega þú getur verið neitt bara, wúúú, hérna, hæ. Já, ég gæti alveg púlað það, sko, en hvað ætti ég að tala um? Væri ég þá ekki bara eins og PewDiePie? Að reyna að hérna skoða ykkur vídeo og hann kannski ekkert. Er einhver Íslendingur af því? Þú myndir taka, já það er rosalega mikið af þessu. Er það? Já. Ég veit ekki um Að Twitch. Það er Twitch. Já, menn eru á Twitch, þeir eru ekkert svo mikið á YouTube sko, með þetta. En Svíber, nýr Svíber. Flottur Svíber. Hann alltaf, þú veist, 3 vikur er alveg, ja, 2 vikur. Ég gerði hann fyrir, það er vika síðan að ég gerði hann Svíber. Ég gerði hann alltaf fyrir Þorraþáttinn sem átti að vera síðustu helgi. Já, en það kom upp á það sem að koma upp á. Já, sem er bara allt í góðu. Já. Því að fólk treystir ekki á að við séum allavega með fréttir dagsins. Nei. Hérna, þannig að það kannski, það máli missa sig. Það getur verið að vísi eða eitthvað. MBL eða eitthvað. MBL. Eða kommentarkerfi á DFF eða eitthvað, veist ég meina. Skarpir munur sem taka eftir Já. að við erum í stereo. En ekki mono. Hlusta þetta? Hvað ert þú Sami? Ég er bara hægra með Benjamin. Sko, við þurfum aðeins að ræða þetta. Þáttur númer, ég veit það ekki, 19, ég er hættur að telja. Og frá degi 1 er ég búinn að vera sannfærður að Og segir öllum að XLR outputið á mixernum hérna. Sér það sem fer frá mixernum í hljóðkortið. Já, það er sem sagt, það er left og right sem fer úr mixernum og inn í hljóðkortið. Já. Þetta er búið að vera bilað sko. Er það ekki? Þetta er búið að bila, segir þú. Svo sátum við ekki að bara að hugsa hvað getur gert að búa til nýja snúrur eða að fara framhjá eða svo komst þú, köp nýja mixer, hann kostar bara 90 skall á AliExpress. Ég er En búin að... svo bað ég þeim að sína mér hvað Já. var í bila og þú tókst snúruna og sagði samband að það var bila. Ég notaði bilaða snúru til Já. þess að prófa þetta. Það var snúran sem var biluð. Já, það var snúra sem var svolítið mikið biluð sko. Já. Sem er skrítið af því að, já, ég prófaði sömu snúruna í bæði, sem sagt, left og right. Svo einhvern veginn hlýt ég að hafa ákveðið að því að maður prófaði, þú veist, fleiri en eina snúru. En það hlýtur að vera, ég Ég hef bara verið með eina snúru uppi eða eitthvað. það gæti verið sko, og ég hef bara sett í hausinn á mér að hérna, þetta sé bara ónýtt. Já. Af því að Og bara gafst upp og bara, höfum þetta bara í mono. ég var þessi ykkur. I hate this place. Ég Nothing works here. Alveg. The medications don't work. I've been here for 7 years. Nothing works here. I hate this place. Nothing works here. The medications don't work. En við erum allavega komnir í stereo og það er ekkert að kvarti við því. Nei. Betri geði. Þetta er svona skila sér einhvern veginn betur þegar maður hérna getur verið í góðum geði. Og við erum alltaf ekki lengur eins Unprofessional. Nei, og við höfum verið. Og, heyrðu, þú hefur alltaf verið að spila út úr tölvunni í mono. Já. Núna erum við með 2 jack-snúrur sem fara úr hljóðkortinu þínu Já. í mixerinn. Já. Komdu með eitthvað stereo. Spila eitthvað stereo fyrir mig. Hvað ég spila? Bindi, hvað ég spila? Ég veit það ekki. En Ekki setja að pressa á mig maður, ég er ekki tilbúið með neitt. sorry, allt er góð. Ég ætlaði nefnilega að segja hérna af því að ég er búinn að vera, ég er náttúrulega með full Uppáhaldsslagið þitt. Ó já.
Máttu frumflýta það hér? Þetta er bara brot. Ó, ok. Hlustið á þetta, gott fólk. Hlustið á þetta. Þú hefur líka spilað þetta. Já, byttu. Brotið þessu lagi er... Þetta er í hérna introun á einhverjum vídeóum hjá okkur. Komið svo, droppið. Þetta er svo gott, sko. En ég verði þetta að koma inn á þetta að réttur droppið á þessu lagi þá kemur hérna alveg nákvæmlega saman hljóð og þegar hljóðkortið þitt fer í hakk. Já, það er rétt. Eins og hérna glöggir áhörundur, áhlustendur. Heyrðu, í síðasta þætti fyrir 3 árum það líður, það er alveg svona eins og þetta sjálf til langt síðan, sko. Það er mjög langt síðan. Þá kom svona sem er auðvitað bara mjög töff hljóð. Já, mjög. Þegar maður vill að Ég er remixum orðsleis, en ekki þegar maður er í miðjum upptökum og er að reyna að láta allt ganga upp hérna. Nei. En tölva mín er ekki að höndla, sem sagt, mér langar í tölvuna aftur, hefur heyrt hérna, ég held að heiti Origin PC eða eitthvað. Já. Einhver tölvu upp á einhverja fleiri 100 áskalla sem er bara sérstaklega gerð fyrir leiki og upptökur og stream og svona. Það sett var borglinsingur hérna sem hann vann einhverja hvað 7 miljónir, já. Hann sett keft sér 12 fyrir 1 miljón. Já. Hann er eins gott að hann sé að nota hann eitthvað. Já, er þetta ekki einu sem hann gerir? Ég veit það ekki, engin uppgátt fólk. En alltaf svo getur sér líka bíl og hugsa ekkert um hann. Sko. Fyrsta kvöldi að klesta hann á hús og eitthvað. Húsið þarna meira í sig. Það eru skrítið, ég var einmitt að hugsa í gær. Ég var að keyra fyrir mig á bílasölu og hérna og að því ég var að hreyfa mig þá var ég farin að hugsa svona, hvað segir maður? Ég er búin að vera svo latur í hugsun. Er ég búin að koma af stað? Búin að víkka hugsunarháttin. Nú er hugsunar og viðsjáin orðin svona betri. Þannig að ég er farin að hugsa svona alls konar sem ég hugsaði ekkert Ok, þetta er kannski ekkert besta saga heimi, en mér langaði bara að koma inn á þetta út af hérna sem við þurfum að tala um á eftir, sem ég keypti, sem er að fara að breyta lífinu, sko. Ok. En að því þú sagðir þetta hérna klesti bílinn fyrsta daginn sem er mjög vont. Hann ætlaði svo sína sem hann var að spóla og svo fór hann í sett þegar pappi saltaði þá byrjaði hann saltaði hjá landamsetturinu. Já. Og setti í gang og var kjörðismá stund og kom hann að lína þvertið veginn svo var bara alltaf bara hálkulaus, bara malbygg. Og hann kemur eitthvað að spóla á planinu og fer svo beint í línuna og beint á húsið. Ekki húsið mitt? Nei, hinum með göttuna frá þér. Beint þar í vegginn. Já, ég var hann í vegginn. Að ég var að horfa á þessu Hondu, gullfallegu Hondu 2017 held ég hann sé. Í hérna, hún er í bílveri á Akranesi. Já. Ég var að hugsa ef ég myndi fjárfesta í einu svona bíl. Bara, þú veist, staðgreiðan. Þessi þáttur alveg að borga sig, sko. Money in a pocket. Og hérna, fara út af planinu og keyra á löggustöðina eða eitthvað, bara óvart. Í einhverju spólbrjálaði, bara kanta eitthvað eða velta honum á leiðinu út úr bænum. Það er vond, sko. Alltaf það nýt bíl að hann er ennþá í ábyrgð. Er það? Já. Hann er það nýr. Hann er það tryggður á staðnum. Hann er tryggður á staðnum og brjáluð kaskotryggingu og allt rándýrt. Samt óþarfa vesen. Þetta er svo leiðilegt, sko. Þetta er ógeðslega leiðilegt að lendi þessu, sko. Já. En hérna ég ætla eins og að fara núna að taka orðið að þér. Gerðu það. Þannig að ég og Geir erum eins og ekkert svaklega margir viti erum að fara stofna fyrirtæki. Eru þið ekki búin að því? Þetta er ennþá uppbyggingu. Já, ok. Þetta er vikingasögur og sýningar í Hlíðatúnshúsinu. Og við ætlum að vera í samstarfi við Steðja. Veist það geggjað. Og ég fór og spjallaði við hann. Var ná í bjórkútur bróðum minn og spjallaði hans við hann. Og hann rétti mér nýjasta hvalseistu þorrabjörinn með kombucha. Var ekki búið að banna að nota hval í bjór eða eitthvað? Hvalseistu. Af því að það er Af því að þau eru ekki notið, þau eru bara hent. Því er bara hent. Það er bara mjöl niður í duft og en hann er mjög góður. Ok. Súrbjór er mjög góður. Ekkert of beiskur. Nei. Ekki of þungur. Bara mjög bragðgóður. Ég setti á og það er annað sem að hann nefndiði mig að þau eru að hugsa sér að fara að flytja inn
Rom. What? Rom Kata. Rom Kata. Þetta er sett rom með líkjöru í, sett creamy, vanilla og cinnamon flavored. Ok. Þegar þú finnir lyktina af þessu, þú veist hérna, veit ekki hvað sem byrðir, þetta Page hérna snúðanir frá Danmörku. Jú. Já, lykta það og svo hugsaðum þá. Oh my god. Þetta er bara, þetta bræðast nákvæmlega eins. Wow. Þetta ávist að vera mjög gott út í kaffi og kakó. Get ímyndið með það. Og líka bara indómt. Rum Kata, hvað, kemur þetta frá Kúbu það? Ég veit ekkert hvað hann kemur. Karabían rum, Karabíahafn. Flytja þetta inn. Já, þau tóku inn nokkur flöskur og spá hvort það hefur verið hérna sett umbóðsæli fyrir þetta rom á Íslandi. Þetta er bara eins og mjólk. Gef mér staupa þessu, drasli. Ekki drasli. Þetta er bara 15%. En samt, þetta er fínt að sötra á þessu og Gjörðu svo vel. thank you. Oh my god. Wow. Já. Þetta er bara sælgæti. Býttu nú við, býttu. Þetta er ekki áfengt. Þetta er 15%. 15%. Þetta er mjög gott. Út í kaffi, út í kakó. Bara allan anskotan. En taldu stæðja, mér langar svolítið að hérna plugga þá. Já. Má það samt? Nákvæmlega ekki. Það má allt, reyndar. Við erum náttúrulega bara á internetinu. Við erum ekki að taka þetta gegn greiðslu en eitt, við erum bara... Já, það er rétt. Lenda þeir í viðsinni. Þeir vera að plugga á bakvið hérna lokaða dyr hérna á Bjarnabrautinni. Við erum ekki að segja neitt ljótt um það. Nei, við erum ekki að ljúga neitt upp á. Nei. Þannig að það teknilega sé ekki það. Ok, þá hendi ég bara einu hérna plugg, komið. Eitt plugg, en það er þorrablót ennþá. Já, við erum að tæpast að vafi. Þetta er þorra helgin, síðasta þorra helgin og hérna allir náttúrulega skélþunnur er þetta gert það inn. Og þú veist, Geiri er búin að alltaf vera hérna 2 vikur núna. Já, ég skil okkur hann kom ekki síðast. Ég skil okkur hann kom ekki síðast. Þið voru mjög uppteknir, sem bara besta mál sko. Við vorum að skrifa risastóra styrkjar umsókn, bara höfum það þannig. Já, og hérna en hann er með lélega afsökun í dag. Hann leikir sem er björgunisvitinni. Hann er í jeppaferð einhvers staðar Þetta er einhver jökla æfing einhver. Já, nei, ég meina allt er góðu með það, en við ætlum að hafa þorra þátt. Já. Og hann er með súrmatinn, þannig að mér datt í hug oh my god að koma með minn eigin súrmat. Við þurfum að búa hann til á staðinu samt sko. Þannig að við skulum bara hérna henda hérna í eitthvað þorra lag og vippa upp á borðið þar sem ég er með hérna í pókanu við hliðina á mér. Það er nú alls konar sem ég er með hér. Er þetta þorra lag? Herru, já, ég skrifaði bara þorra lag á Google og þetta kom upp. Þannig að ok, ef Google segir það þá hlýtur það að segja. Já. Og það er einhver gamall Íslendingur sem að spila þetta. Hann heitir Bjarni eitthvað Hlíðberg. Ég er með hnetur. Og þú ert að hugsa, hvað þorra hnetur? Já, ég er með gulabönir. Ég er með LGG Plus. Þorra LGG Plus. Er þetta allt sem er útrunnið eða? Nei. Okay. Það var reyndar mjög góð hugmynd, en ég hefði þurft að fá hana ekki fyrir hálftíma síðan. Ok. Svo er ég er með gott fólk, súra gúrku. Ég er með maískeks, vínber, skinku sem er hugsanlega á síðasta söludegi og ég er með korni. Bjarni, ertu búinn að missa vitið? Nei, aldeilis ekki. Því ég kom með sítrónusafa og við ætlum að súrsa þetta bara hérna á staðnum. Hvernig líst þér á það Sami? Nei! Hver er mætt á glugga? Nei. Í tæka tíð fyrir súrsaða matinn. Ég er með neini. Komdu inn. Ég var súrsa Lúlla. Þetta er bönn. Bönn?
Hver var Lúlli? Já, það er kannan hennar systur minnar. Já, passa bara ekki snúrunar. Býtur allt í sundur hérna. Og hann er sæt. Aðeins stærri heldur en síðan kom síðast. Örlítið stærri. Vá. Við erum að hérna fara að smakka súrmat. Viltu vera með? Við breytum þess að við erum að fara að smaka súran mat. Mat með sítrónusafa yfir öllu. Ég er að reyna að redda hérna þorra þættinum. Já, Við verðum að finna út úr þessu, sko. Það gengur. Okkur voru bara ekki eins og hérna túristinni. Fóru bara að hlupnum og túna og veða lambi eða eitthvað. Gerðan það í alvöru? Það sem við heyrum það með hérna fyrir norðan. Nei. Túristar sem að keyptu hérna lamba einhver bónd og fór svo bara að veiða það. Eins og þeir gera hérna. Og fór bara með henni í húsbíla og gengur frá það og lögreglan kom og gekkaði þeim og... Hvað voru þeir að gera? Hvað gengur svona mönnum til eiginlega? Túristar? Jöfusins. Viðbjór. Keipti... Hún er svo sæt. Eða hann eða hún, ég manna það ekki. Hann, Bönn. Já, vorum ekki viss hvort það væri hann eða hún, þannig að Bönn var svona gender fluid nafn. Já, gender fluid nafn sem er bara mjög gott. Viltu koma inn eða? Þú ræður. En ertu til í þetta, Sami? Já. Sko, ég veit ekki alveg hvernig við erum að gera þetta samt. Sko, hugmyndin er, pælingin er sko, leið og ég sett sítrónusafa í LGG Plus, þá er þetta orðið súr matur, eða súr drykkur. Make a sense. Hvernig sittur þú bara ekki sítrónusafan og hristir hann saman svo drekkum við aftur út? Já, ég er til það. Ég er ekki með herpes eða neitt. Rátt að drekku þú undan. Sko, þetta er rosa edgy þáttur. Sítrusýran og mjólk, já. Rosa edgy. Skilur ekki síran mjólkina? Það er spurning. Já. Ekki svona hratt kannski. Hei. Ef það kvöttur út hljóðið allt í einu þá er það kannan að næga sig gegnum snúrunar. Komdu, Bönn. Komdu hér. Komdu og smakkaðu hérna á þessu hjá mér. Og slekka. Með smá hárum. Það hefur ekki drepið neitt hingað til. Jú, kannski nokkra. Nokkra bráðánami fyrir kaninu. Ok. Prófum þetta. Það er ekkert að þessu. Fækst orðið sítrónuna eða? Ég held hún hafi flotið ofan á. Hérna, við skulum dempa hérna smá. Þú ert ekki með baklæðan eitt hannig? Ekki með ljós. Halló? Nei, ég... Finnur ekki neitt? Nei. Ok. Við þurfum kannski aðeins að... Þú var kannski svona svaklega viðkomið fyrir þessu. Já, ég er mjög súr, gaur. Hefurðu heyrt hérna? Það er til svona sýru eða svona sítrus, bara svona ekstrakt. Já. Þeir hafa verið að nota þetta í hérna á YouTube og svona til þess að gera þetta svona edgy. En við skulum dempa okkur hérna í tvísúrsaða gúrku. Gjör svo saman minn. Thank you. En við ættum að vera að geta hérna hrútspunga á eitthvað viðbjóð. En það kaupir ekki hrútspunga nema Geiri. Það er ekki það þessu. Hvað er það þér? Smakum þetta korni hérna. Þú veist bara ég er átt að með á þessu. Þetta er að klikka. Já. Þetta er fáður korni með sítrónusafa. Þetta er viðbjóður. Hvað gefast upp eða? Þú nettur? Það er nettur. Ég kom í skeið. Hvað eru skeiðarnar? Hérna.
Þetta er eins og alveg viðbjöður. Þetta atriði búið. Ásækki góð fólk. Það er svona þegar Geiri mættir ekki með Já, það er Geir að kynna Með betur sér atriði. þjást hérna. En hvað hérna segiru? Þið eruð í þessu verkefni hama. Já. Ef verkefni má kalla, þið náttúrulega eru Þetta er bara- teknilega séð hérna, já þetta er bara verkefni. Við erum í námskeið og lesa að læra á túrismann á Íslandi og setja upp fyrirtæki og allt það. Mér finnst það bara, sko, þið eruð með hérna frumlegri mönnum hérna í Borgarnesi og það er enginn að gera neitt. Jú, Heiðar Lind náttúrulega skrifaði þarna þessa bók, tók við Já. að frænda sinum. Ekki yfir tölunum mína. Er það ekki það eina frumlega svona einhvern veginn sem að hefur verið gert inn í Borgarnesi på síkasti? Það hafa verið fullt af litlum verkefnum sem hafa verið hérna í gegnum árin en það er ekkert sem hefur getað haldist náttúrulega nema landnámssettur og svona. Þetta er náttúrulega, já, en meina það er ekkert nýtt að gerast. Þið hafi alltaf verið að gera eitthvað nýtt. Þú Já, gerir. eitthvað flip og eitthvað svona skemmtilegt. En hérna, jú, svo náttúrulega þessi þáttur. Skemmtilegt, já. Mhm. Og það er vídeo sem við hefum gert, alla ferðirnar og alla flip sem við hefum farið í. Já, Ekki taka en þetta er meir, það er oft sko rosalega mikið, mér finnst vantar rosalega mikið þegar ég var að hugsa í gær sko, hvar er fólkið, hvar er draumur, hvar er fólkið úr mínum árgangi til dæmis? Ég veit að Biggi er að gera stóra hluti. Já. Ég var að, Stúdíó setja skaganum og... hann er með stúdíó á Skaganum, ég þarf að hérna leyfa þér að heyra, ég veit ekki, ég veit ekki hvort ég megi það. Jú, ég má það. Ég má alveg. En hlustindi með að gera. Því hann sýndi mér í gær tónlist sem var að semja. Sem að eiginlega áttur að breyta Íslandi eins og það leggur sig. Nei, kannski ekki alveg, ég ætla ekki að vera alveg svona. En hérna hann er að gera öðru sér hluti með tónlist. Symfóníu, ætlar að taka hana. Ég er að spyrja hvort að Dilja vilja taka hann út eða... Hún er að trufla þáttur sko. Nei, Nei, ekki þú. Jú, smá. En hérna var að hugsa um þetta og þið eru einhvern veginn svona einu sem að eru það, eða við kannski, sem erum að gera eitthvað. Og ég ætla náttúrulega að tala um þetta við hann Geira. Því ég var að hugsa, hann er núna upp í Óðali með eitthvað starfsemi þar. Hvað, 2 í viku eða eitthvað? Já. Af hverju Hann ekki? ásamt 2 öðrum. Já. Hví ekki að leyfa krökkum prófa að taka upp podcast? Okkur ekki. Setja upp eitthvað hérna lítið stúdíó bara. Leifa mér að krýja, það er alltaf stúdíó í kallanum hann. Já, það er aldrei sett upp. Ég vil bara, fólk getur gengið að þessu, kveikt á dóti. Komið sinni einn tölvu, bara verið með sitt forrið í sinni tölvu. Því að eiga allir tölvu nú þeir. Eiga allir tölvu og upptökuforrit og eitthvað. Það er allir að reyna að vera frægir á þessu landi. Forrið sem við notum, frýtt. Já, þetta er Reaper frítt og hefur aldrei klikkað. Svo hlustum við þetta vel. Reaper er frýtt. Notið Reaper, gott fólk. Af því að það er svona einfaldast og þú þarft ekki að hérna, fá samvinskupið fyrir að nota. Nei. Nema þá sértu við að taka upp tónlist og fá pening fyrir það. En hver er að því í dag? Ekki við. Ekki við allavega. Sem að kemur að því, Sami. Já. Aftur, hann Geiri er ekki hérna. Og við erum með ástarlægið hans. Við erum með 3 lög. Ja, 2 lög. 2,5. 2,5. Og ég og Sami sömdum lag. Ekki yfir tölvuna mína. Getur hún ekki sett á Þú ert á leiðinu út. Bönn Upp Ekki stíga á fjöltingi. Gráa svæði kemur aftur eftir smástund. Flokknur að koma honum út núna. Æ. Þið góðu?
Já, tissue. Já. Já, brjálað kanínan farinn. Kanínan sem setti alltaf hvolfi hérna. En það er allt í góðu. Það er bara gaman að því. Vorum að tala podcast og krakka að búið til podcast. Já. Af því að það vantar gjörsamlega eitthvað fyrir krakka til að gera og það er allir sem er tónlist en enginn að því að Ramflýtja tónlistinni. ég held að, neða, ég menna að þú veist það reyndi, þau geta ekki búið til tónlist að þátt þannig séð, auðvitað þau geta ekki postaði á YouTube við ætlum að spila hérna lag með einhverjum öðrum Pál Óskar eða eitthvað. Nei, þá lokar YouTube á það. Ég er að segja það, þannig að þetta þyrfti að vera eitthvað svona spjallþáttur eða jafnvel svona fá fólk til að taka upp út af þessu leikrit eitthvað, fá þessi börn Til að gera eitthvað annað en símat. já, síma eða vera bara, þú veist, frumleg. Já. Náttúrulega Geir ætlar að kenna þeim fyrir hérna D.O.D. Já, það er náttúrulega takmarkaður hérna áhugi fyrir því, gerir ráð fyrir af því þetta er ekki auðvöldi krakkar. Þetta er náttúrulega erfið tímar krakkar en þó að uppböta sjálfa sig og svona. Millennials. Segi hver. Herðu, já, ég veit það ekki. Þú veist, mér finnst bara einhvern veginn mér finnst það góð hugmynd og hérna það þarf að gera eitthvað. Já, svo náttúrulega spurningin alltaf að segja, já, þarf að gera þetta, þarf að gera eitt svo bara annað að gera það. Og oft er að maður fær sér í glas og tala maður gett mikið og ákveður eitthvað en núna þetta er hugmynd sem ég ætla að bera undir gera og ég held að hann sé alveg til í það, skilur við. Komin í glas, þú er búin að fá eitt skot að ramminu hérna. Já, rétt. Ok, þá var ekkert að marka þetta. Nei. En þetta var það sem ég ætla að tala við gera og kem til með að gera. Já. Ætla að ná þessum. Við ætlum að gera ekki geira. Það er rétt, ég stál hérna karkrassinu frá ópíðinu þenni. Stóli. Við erum með lög, við erum með tónlist fyrir Geira og hérna fyrir Geira sem er ekki hérna. Hann er einhvers staðar út að keyra. God damn. Nú ætlum ég að taka hérna aður orðið því að þú ert bara farin að hlusta í vegg og eitthvað. Núna, sjá hvað ég fann. Stílabók? Já, með þetta er stílabók sem ég er að leita sko Nei! Jú, með læginu öllu. Ok. Og ég er að fletta í gegnum hana, þetta er svona var nótubókin mín og veistu hvað ég fann? Veistu hvað ég fann? Nei. Ég held sé að fara rétt hérna. Ok. Ertu ekki að grínast? Þinn texta? Nei. Minn? Fann þinn texta. What? Er þetta mín hand? Er þetta mín skrift? Yeah. Með 10 tonni. Ég er horter, eins konar einfari. Lifi mínu lífi sem sá safnari. Sem hann afi minn var og hún amma á hólum sem safnaðist og rykkuði stólum. Þetta er gott sko. Þetta er gott sko. Þetta verður eitthvað. Ég er með minn í tölvunni sko. Þannig að þú verður komin með texta sem við erum komin með. Þú varst nógu klár til þess að skrifa minn texta niður. Ég á líka upptökur að því að byrja eitthvað. Ég á líka einhver upptöku sko. En þetta er tónlist eftir sama. Og texti eftir Bjarna. Já. Yeah. Mér langar að taka svona fast rap. Já. En þessa stílabók fann ég. Þetta er dýrmætt stílabók. Já. Já, það verðum að gera eitthvað sem ég er að koma með ógeð þessu. Og áður við förum í tónlistinans Geira. Ég ætla að kalla þetta tónlistinans Geira. Við sömdum þetta fyrir hann úr textabroti sem að hann skrifaði fyrir, sem að kom fram í einhverju þætti sem hann samti og skrifaði fyrir dömu í Ameríku sem var Ef þið hafa ekki hlustað á þann þátt þá var það þátturinn undan þessum þætti sem var fyrir 3 árum hérna. Það var 3 ár síðan að þáttu var tekinu upp. Allt á land síðan sko. En hérna ég keypti hlaupabretti. Já. Sem að er ekki frásögufarindi nema að núna 5 daga í röð er ég búinn að hlaupa 3,5 kilometer. Skokka og lappa auðvitað. Ok, ég er ekki búin að hreyfa því í 3,5 kilometer. Ég er ekki búinn að vera með þól fyrir 5 kall sko.
Ja, Þú með svona jafnmikið þól og ég ábyggilega. Ég var með drastlþól, en bara á 5 dögum á því að hlaupa og taka svona, ég er að taka HIIT sem er High Interval Intensity Training, sem heitir Tabata. Vísindaleg tækni eftir mann frá Japan sem heitir Tabata. Og þetta er í rauninni þannig að þú stillir hlaupabretti á hlauparhraða, hleypur í 20 sekundur, stekkur af í 10 sekundur, hleypur í 20 sekundur, stekkur af í 10 sekundur, hleypur í 10 sekundur, stekkur af í, þú veist, og svo áfram. Og ég byrjaði að gera þetta 5 sinnum, sem sagt hlaupa á 12 km hraða. Ég byrjaði 5 sinnum og ég komin upp í 10 eftir 5 daga. Þú veist, bara með því að pína minn alltaf. Já. Alltaf hef ekki hreyft þessa fætur í, sko, Ég maður rölt út í bíl. 6 ára eða eitthvað. Þannig að það er allt að gerast. Já. Og geðið er betra. Hugmyndirnar eru betri. Ég meina, hverjum hefði dottið í hug að koma hérna með Sítunusafa. súrar gúrkur. Nei, ég kannski að segja súrar myndir. Facepalm. You need to stop En hérna, allavega, það sem er að fara að gerast núna, af því að ég misti einu sinni 30 kíló bara á því að hlaupa, og oftar en ekki þessa daga, þessa 5 daga sem að ég hef ákveðið að fara að hreyfa mig, þá hef ég alltaf hugsað, ok, myndi ég nenn að fara upp í íþróttahús núna að hlaupa bara, og í hvert einasta skipti, nei. Í staðinn það er ég bara að vippa mér í einhverjar stuttbuxur, henda mér í hlýraból, taka með derhúna og lappin í herbyggi. Sveifla hárinu. Viltu sjá hárið mitt? Byrja að safna. Rakvélin bila. Já. Það er ekki frásögufærið, ég er farin að missa hár. Partrakaður. Partially rakaður. Yes. Það er ekki gott, sko, því að hérna, ég misti hárið í stressi. Pappi náttúrulega ekki með neitt hár, sko. Hann búin að vera með skeifu síðan hann var 18 ára. Og hérna, en það er náttúrulega, þetta er í genum, en þetta er líka þegar ég var í Securitas í Reykjavík, þá var svo mikið álag, og þá fyrst fór ég, sko, að missa hár. Já. Ég var eins og lagður inn á sjúkrahús út af álagi, leið bara yfir mig. Hver er ekki lagður á sjúkrahús fyrir stress eða eitthvað, sko? Ég þarf að... Við erum Íslendingar. Þetta er að lagast samt hjá mér. Ég er einhvern veginn orðin bara miklu rólegri, sko. A shotgun to the dick. Yeah. Það má. Vilt þú byrja? Já, þú veist, ég þarf að tala um Þorran. Já. Ég ætla að spila fyrst hérna Greenlight, kannski. Ok. Eða ekki? Jú. Af því að í tilefni að því að það er Þorri og það er allir að þreyja Þorran og reyna að lifa af í hann og eitthvað. Og mér datt í hug eins og þátturinn byrjaði með svona gamaldags svipur, svona einhver hljóð og einhver hljóðfæri, af því að ég er gaman að þessu. Já, svona halvmenn ykkur og svona. Og þeir sem hafa spilað Fallout, þetta er svolítið í þeim stíl, svona Fallout og hérna, og The Ink Spots. Ég mæli með hérna hljómsveitir sem heitir Ink Spots sem á nokkur lög í Fallout 3. En hérna kemur ástalagið að skeira, hvað heitir það? My Prayer, sem var samið fyrir einhvern útlending. The wind whispers my prayer, and so does the sea. My prayer is to an angel. I call to the fur raven, friend, fly and free. Sea is so far from me. Give my prayer to an angel. She is so far from me. In my heart, in my soul, but this will never be. This angel is in my heart. And my Lord, I am free. Give my love a good life. This angel is on my mind. The wind
angel. I called to the fur raven. Friends were high and free. She's so far from me. Give my heart, give my soul, but this will never be. This angel is on my heart. And my love I feel. Hear my lover good life. This angel is on my mind. Sagði ég This angel is on my heart. Já. Af hverju ger ég það? Þetta farið frá að leika með textan. Þið skiljið þetta. Já, textin er náttúrulega ekki alveg svona. Ég bætti við hérna mím. Maha-maso sem að er Maha-maso sem finnst mér fundið. En hvernig finnst þetta svona? Þetta er öðruvísi. Þetta er svolítið öðruvísi, ég veit ekki hérna. Ég myndi ekki halda þetta að vera ástarlag, ástarljóð. Oft eru hérna ástarlögin frá gamla daga svolítið svona Öðruvísi. Já, það eru svolítið svona peppuð. Eins og hérna, það er hérna lag sem að ég man ekki nákvæmlega hvað heitir, en það heitir hérna skiptir ekki máli. En þau eru oft svona peppuð og þau búa til orð oft og hérna bara já, orð sem passa við lagið og svona. Orð sem passa við lagið og en að hlusta á Fallout soundtrackið er bara með því betra sem ég geri og ég mæli með ef þið eru í bíl, slökka á þessum þætti og kveikja á Fallout 3 soundtrackinu. En hérna þetta var hérna mitt framlag. Já. Seinna framlagið, ég náttúrulega, þú veist, þetta er fyrra framlagið og hérna það gerti gríni, eins og þú sagðir. Algjört grín, af því að ég lagði svolítið í hitlagið, sko. Ég ákvað að gera, það er náttúrulega bæði lögin okkar eru saman frá okkurinni. Já. Og eigum við að spila þitt lag? Lagið mitt, ég var ekki viss, mér langaði að gera 3 útgáfur, ég var ekki viss hvað ég ætlaði að taka, mér langaði að taka ukulele og bara syngja, mér langaði að taka gítar og syngja. En svo langaði mér líka að fara til svona ástarljóð, til kristiljóð, taka þarna symfóníu, kórun og allt það. Þannig að ég ákvaði að blanda svona semi saman, hendi ukuleleunum út og setti saman svona skemmtilegt svona synth bass með mér að spila gítar undir. Ok, já. Og ég fór aðeins aðra leið þetta en ég hef farið hingað til. Ok. Þannig að gjörðu þér svo vel. Hlustum á þetta. The wind whispers my prayer, and so does the sea. My prayer is to an angel. She is far from me. I call to that fair raven. Friend, fly high and free. Give my prayer to an angel. She's far from me. This angel is in my heart, and my Lord I ask thee, give my love a good life, 'cause she's far from me. Mér finnst það frábært, sko. Já, mér finnst það komið vel út. Þótt ég segi sjálfur frá. Af því að hljómarnir eru svo, þeir, ok, ég verið skammað fyrir að segja óhefðbundnir, en þú notar á skemmtilega, skilur við. Já. Á meðan að ég í mínu lagi til dæmis ákvað bara að þú veist að þetta er rauninni það fyrsta sem ég datt í hug og ég ákvað að vera ekkert að breyta mikið eftir. Nei, ég ótti að maður bara taka fyrstu hugmyndina og bara vinna hann ekki. Já, maður þarf að klára fyrstu hugmyndina. Og svo, ef það langar, ok, ég með aðra hugmynd. Gerðu aðra hugmynd, ekki breyta fyrstu hugmyndinni. Já, ekki breyta fyrstu hugmyndinni. Af því að oft, sko,
þó maður þurfa að hanga aðeins á þessu þá kemur þetta oft vel út í endan. Ég lendi reyndar í þeirri steipu sko að ég overprodúsera allt. Já. Þannig að ég overprodúseraði mitt aðeins. Það pínu falskt og köflusamt, ég var alveg pirraður af því. Ég söngi talið. Varstu að hlusta á mitt líka eða? Já, ég meina þú veist, þitt er ekki falskt. Það eru nokkuð leiðandi nótur á þennan melli. Já. En við erum ekki fagmenn. Við erum ekki fagmaður. What takes for nothing? Okkur gerði ég þetta? Ég er ekki viss. My name is Jeff. Við erum bara leikur að þessu, þetta er bara gaman fyrir okkur. Já, ég meina þetta er bara hluti af þættinum. Og við erum ekkert hættir. Við erum bara rétt að byrja. Ég kom falsk nóta ég var hættur. Við erum aðeins inn í herbyggi, lokuðu herbyggi. Ég er aðeins inn í fataherbyggi hjá mér. Já, út inn í fataherbyggi. Ég er inn í geymslu hjá mér. Nákvæmlega. Þannig að við erum búist á okkur eiginlega. Ég veit það ekki. En hérna er mitt framlag. Já. Text eftir Geir Conroy sem er ekki hérna núna. Hann er einhvers staðar að bá jökli og ég er brjálaður út í hann. Gjör svo vel, Geir minn, ég elska þig. Þetta er svo væmi. It's time to Þú fyrir alveg hjá róðna svo mikið núna. Þetta var mjög flott. Ég ákvað að gera eitthvað annað á meðan vorum að hlusta á þetta. Ég var að dreifa hugunum
Ég var einnig að dreifa hörnum og setti upp hérna Spin the Wheel fyrir næsta hvaða lag við tökum næst. Ok. Þetta sett 4 valmöguleikar. Ok. Það er 8-bit, nást gömul tölvuleikja tónlist, Super Mario Bros. Og svona. Það er drikkjulag sem hann Egill bað okkur Já, fyrir löngu síðan. Löngu síðan. 5 ár síðan það var. Já, það er svo er það Cool afmælissöngur sem að Geir bað Cool afmæli, já, því að hún var svo vandræðilegt að sitja yfir hann á afmæli dag. Já, alveg rétt. Og svo er það sem mig langar svaklega mikið að gera, það er a cappella. Já, það er svolítið spennandi. Og nú byrja þig að íta hérna á miðjuna. Ok. Íta miðjuna, ég ætla að sína þannig. Þú voru að setja á GoPro-ina. Sjáum hvað gerist. Hvað er í gangi? Hvað er að gerast? Það er a cappella. Nei. Það er næst. Nei. Já. Ok. Og við höfum viku í það. Oh my god. Þurfum við ekki að búið til annað hjól? Nei, það er kannski flóknara. Hvað? Nú þurfum við að reyna að finna hvað a cappella lagið á að vera. Síðan það er lók þáttarins. Ok, við skulum finna út úr því. En já, þú varst að frétta síðan að sagja. Já. En veistu hvað ég las? En ég ger á, minnum mig MBL. Nei. Einn af elstu górillum heims, Vila, í dáin. Elsta górilla heims? Já. Einn af elstu górillum heims. Hvar bjó hún? Hún var fædd í Kongo árið 1957. What? Og var 60. Ha? Já. 60 ára, eða sett 60, já. 60 ára? Hefði verið 61 þess ári. Og þetta, mér geti ekki verið meira saman. Veistu, mér er skít saman á þessu górillu. Ég var að reyna að búa til eitthvað svona, ó nei. Ó nei, okay. En já. Mér er bara skít saman þessu górillu, sko. Já. Ég þekkti hann ekki. Nei. Ég meina, var hann með Facebook síðu og eitthvað? Ekki, það hlýtur að vera. Það er alveg klálega. Til Kongo. En svo einnig innflutningur á salernispapír í Costco jókst 61% fyrstu 7 mánuðin eftir að opna Costco. Wow. Hvernig er staðan? Aukningi var 748 tonn. Og mest af því var frá Bretlandi. Hágjaða papír frá Bretlandi? Það paldi í 748 tonn. Það er svolítið mikið. Af klósettpapír. En fólki í hag. Já, menn að það þarf einhver að skeina sig. Það er fólk sem að ekki skeina okkur með penning. Nei, það er ekki nema að þið uppfinningamennir Geir og Sammi finnið upp á okkur. Það er reyndar. Það er til svona buna einhver. Já, en það japansku klósettin. Já, mér langar svolítið í þannig. Í fyrra sem það er. Mér langar svolítið í þannig, sko. En mér finnst, kannski, ég meina að fólk kvartar ekki undan þessu. Fólk hefur bara talað vel um þetta, held ég. Vel og skringilega, aldrei illa. Já, fólk hefur finnst þetta skrítið. Ég hef aldrei prófað þetta. Þetta er skrítið. Hefur þú prófað það? Og vaspinu fyrir rassinaður. Er uppi? Það var að skóla rassinaður. Hún fer ekki inn í þig, sko. Nei. Það var að skóla sveið þarna. Er það ekki spennandi þá? Nei. Já, þú veist, ég gerði ráð fyrir að það færi alveg á þig, sko, vatnið. En það sem er mjög fyrir svo pyrrandi, sko, er splassbakkið á klóstinu. Þannig að, þú veist, þegar vatnið fer upp, skýst upp. Fyrir á raskina það. Já, mér finnst það svo vond. Þannig að mér myndi ekkert líða vel með að eitthvað buna. Og hvað svo, bara hangklæði? Er þetta ekki, fyrir ekki vatn á lærið á þér og bara... Þetta er bara miðubuna. Já, miðari. Er laser eða? Já, bara finnur analinn og bara skýtur upp. Vá. Þetta er einhvers konar vassbissa. Háþrýsti? Já, háþrýsti. Það þarf að skóla þetta vel. Já, finnur kúkin upp í koka á þér, sko. En ég skil ekki, stendur þessu bara upp og hýfur upp. Við þurfum að skoða þetta betur. Veistu, ég ætla að fara í þetta fyrir næsta þátt, sem er næstu helgi, að því við skuldum. Hvað skuldum við marga núna? 3. En alltaf við vorum búin að fara yfir í aðra hvora helgi út af vinnu vikurinn þínum. Nei, veistu, já. En þetta er vinnuviku hjá mér. Já, en við erum ekki búin að vera með. Við erum búin að, já, það er það að það eru 3 vikur síðan síðan þáttur. Já. Ekki vika. Við fengum samvinskubit. Það er svakalegt. Nei. Við skuldum engum neitt. Nei, við erum að gera þetta fyrir okkur. Já. Við erum að því.
was a good prank. Hann var ekki að gera neitt svaðalegt. Og hvað með það? Hvað með það þó hann hafi verið að gera eitthvað svaðalegt? Ég er breyttur maður. Ég á hlaupabretti, gott fólk. Mér er Nei, mamma er að hlusta. Sorry mamma. Ég elska þig. Ég er með spurningu fyrir þig. Já. Þótt ég með ekki segja svona en ég er með spurningu fyrir þig. Mátti ekki segja. Við mögum segja allt. Þú er svona að banna mér að segja Bjarni, ég er með spurningu fyrir þig. Já, nei. Það var svo unprofessional fannst þér. Tjóðvilir harður Ég pródúser. er að geta professional. Sett 15 vinsalustu leitarorð á sett miðlum já. Já. Food, alright. Hver heldur að efstu 3 hafa verið? Leitar orða á já. Hér. Tight pot. Nei. Hvað það? Leitarorð á já.is. Já. Sett, leita síðanum. Hvað var fólk að leita símanúmerum já? Mest. Árið 2017. Látum okkur nú sjá. Ekki FM 957. Ekki skal ég þið segja, ég er klálega ekki hérna á þessum lista. Símanúmerið mitt. Nei. Hringja mig, fáur í mig. Er ég spáðið? Já, þú svarar þetta aldrei. En það er engin einstaklingur hérna inni. Þetta er allt fyrirtæki. Þetta er fyrirtæki, ok. Já. Þannig að fyrirtæki sem að mér dettur í huga að einhver þurfi þjónustu frá. Já. Adam og Eva. Það er ekki svona top 15 sko. Ok, það er ekki top 15. Hvað með Dominos? Ekki í þessum lista, en sett vinsælustu 3 voru heilsugæslan, hótel og lyf. Nei. Jú. Fyrirtæki sem oftast voru skoðuð á já.is. Top 3. Já. Landspítalinn, Pósturinn, Lyfja. Mest vegvísað á já.is. Gettu einu sinni hvað er fyrsta þetta? Á landsbyggðinni. Já. Mest leitað vegvísi. Já, í vegvísi heimilisfangaða fyrirtæki. Það mun vera ekki Landspítalinn. Jú. Nei. Já, Landspítalinn og síðan sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu og Pósturinn. Af hverju Top 10 úr hérna já.is appinu. Númer 1. Já. Pósturinn. 2. Landspítalinn. 3. Húsasmiða. Já, svo kemur Lyfja, svo kemur Bíkó. Fá þessi fyrirtæki eitthvað velun? Nei, þetta er bara að tekja úr yfir 2017. Fá þið að ringja frýtt í já.is. Fá svona já.is platt en á vegginu á sér. Svona silfur. Svona brons, silfur og gull. Nei, svo YouTube er að gefa. Ég var að ringja yfir 1.000.000 í þig. Vá. Gefa velun bara fyrir allt. Nei. Ekki börnum. Þú síðast Simpson þáttinn. Mér veist samt að fullorðni fá ekki nóga velunum. Mér veist börn, ok, það talaði að veluna börnum með bikurum og svona allir fá velun þó það hefur lent í síðasta sæti af 100. Það er bara rámt finnst mér. Það er mjög rámt. En fullorðnir, ef að fullorðnir fá bikar fyrir eitthvað gott, til dæmis segjum bara vinsalasti podcastátturinn í Borgarnesi. Já. Við myndum fá bikar bara. Hann líka ít undir fleiri podcast. Já, það myndi hvetja samkeppni og við færum strax í samkeppni við einhverja grunnskólakrakka leið og Geiri setur upp podcaststudio og ég skal hjálpa með þetta. Ekki það tala ég eins og ég sé búin að vera í þessu bransa í 12 år. Ég er prodúserinn hérna gráðsæðinu. En svo er það sko, ef að einhver stendur sem vel í einhverju fyrirtæki þá er hann ekki velunað með einhverju. Velun hans er að hann fara að gera meiri vinnu. Hann fara vinnun hjá þeim sem eru latir. Já. Það er velunað í vitlausa átt. Já. Þú fara meiri vinnu og þess vegna er svo lítið sett framför hjá mörgum. Já. Er af því að velunin eru bara meiri vinna. Ég mér finnst þetta er samt ekkert sem að maður getur gert eitthvað í. Þetta er búið að vera svona og þetta mun halda áfram að vera svona. Það er enginn að fara að stökkva inn eitthvað bara. Það er enginn að hlusta á okkur. Nei, það er ekkert að fara að gerast. Nei. Það er einn leiðilega fréttir úr íslenskri tónlistamenningu. Bassalekarinn úr Stuðmönnum dáinn. Nei. Jú. Einn af mínum uppáhalds
því að hann fyrsta bassalína sem ég pikkaði upp var hérna dun 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 íslenski karlmenn mikið lifandi skelfingar ósköp beru það lási. Þetta var fyrsta bassalínan sem ég pikkaði upp á Apollo bassa minn sem að foreldrar mínu gáðu mér. Ég man ekki eða hvort ég hafi keypt hann sjálfur, ég man ekki. Og seinna á þennan bassa spilaði ég nokkur Rammstein cover lög með Jóhann Lind í forsvari á æskulýðsballi á hótelinu í Borgarnesi. Okkur minnir mig eitthvað þetta. Sko, það er svolítið langt síðan, ég held ég að verið í 8. eða 9. bekk. Það var nýbúið að opna tónlistaraðstöðu í Óðali sem er núna brunnin til kaldra kóla. Svona, allána. Ekki brunnin? Já, brann ekki það kom upp myglusveppur í kjallaranum. Ok, það kom upp myglusveppur og þess vegna þurfti að stúta þessu. En það hefði ekki skipt henni máli því að það var ekkert að gera þetta nýri. Nei, það var því að börn því að með 91 til 92-3 árgangnum þá bara dói þetta út. Með hvað árgangi segiru? 90, mínum árgang og 1993. Það voru síðustu. Var Arnar Haugdal með þér í bekk? Nei, Arnar Haugsteins. Já, hann var í A-bekknum. Hann var ruggóður á gítar. Hann var nefnilega og er ennþá held ég. Ég veit ekki hvað hann gerir núna. Hann er að vinna í Jack and Jones. Já, auðvitað. Er yfir þar. Já, hann er yfir þar. Í gítarinn í rassvasanum. Í mjög þrönga rassvasanum. Kem ekki tíkallið hann á milli. Nei. En já, ég hafði alltaf gaman á honum. Hann var svona eða stundum þegar hann spilaði á gítar, þegar við töluðum tónlist, hann var svolítið æstur maður. Æstur strákur. En bassaleikarin í Stuðmönnum dáinn, ég man ekki hvað hann heitir. Veistu, ég hefði ekki átt að fletta þér upp. Þú kannski dekka mig með þetta. Kveikja upp í kvöld. Sko, allt tekur enda sami. Já. Og ég hef ekki gaman að því. Ég hef með þess að Tómas Tómasson. Það er rétt. Hann var kannski með eitthvað Tómas Magnús Tómasson, bassalegur Stuðmanna, Þursaflokksins og fleiri hljómsveita. Okay, látið 63 ára aldrei. 63 ára, þetta er ekki aldur. Hanskotina. En hann eftir stutt en erfið veikindi. Já. Bráðkvættu sennilega. Já, líklega. Ég veit ekki. Tölum ekki það. Dauðinn er bara leiðilegur. Vá, hvað þetta var alltaf dögt hjá okkur. Við duttum úr gleði í eitthvað þunglindi. Var það þetta moment? En við getum snúið upp í það. Þetta er allt Geir að kenna. Hann er ekki hérna til þess að rífa okkur upp. Geir? Hvar ertu? Já, ég er nú bara hérna upp á heiði. Hvað er að gera upp á heiðu? Ég stegi í mannakúk. Það kúkaði ykkur á göngustígin. Okkur heist ekki með því mér. En ég veit það ekki. Kemur hann næstu helgi? Það er spurning. Eða þurfum við að bjóða einhverju afstyrmingaðinn. Svo Jói hérna, hann var að spyrja hérna af hverju ég var ekki búinn að bjóða hann í podcastin nýlega. Er hann komið með eitthvað skemmtilegt inn? Ég sagði hann í gær þegar hann hérna fór og fekk lánaða GoPro-vélina, sko. Og ég sagði við hann hérna, þú hérna verður að fara að koma með eitthvað, sko. Þú verður að fara að stinga upp á okkur við mig. Ég meina, hver man ekki eftir hérna eftir snirti í horninu ás. Eða samsæðiskenningunum sem hafði stundur svolítið langtregnar. En skemmtilegar voru það. Já, skemmtilegt að reyna að sanna það fyrir öllum. Já, reyna svona. En það alltaf voru með landsliðið Egil og Geir með landsliðið, já. Þannig að við hérna, þetta er, sko, nú erum við komnir í stereo. Við erum komnir í stereo, Sami. Með 2 hljóðkort. Með 2 hljóðkort. Með 3 GoPro-vélar. Vorum með kaninu hérna inni. Við erum með súran mat. Ég meina, ekki súran mat. Við erum með súran mat. Þetta er alltaf upplegð hjá okkur. En mér finnst veginn eða annan.
einn eða annan veg. Og eins og segi, það er ekki eins og þið komið ykkar til þess að hlusta okkar fréttir hérna. Nei. Þetta ekki treyst okkur. Ísól datt ekki í huga að hún hlyti verðlaunin. Nei, svo er helvitis túristar. Hunsa lokuðu skiltinu á Gullfossi. Já. Bara klifreiðu þau. Stofnandi IKEA látin líka. Allir að deyja. Nei, ekki fara þannig. Hver erfði peningin hans? Ég held að hann eigi dætur. Og hann er eitt ríkasti maður í heimi. Eða var. Eyþór vann afgerandi sigur. Niðurstaðan vorum framar. Vissur þú það? Nei, ég vissi það ekki, en talandi um IKEA-galli. Já. Hversu mikið pening á hann? Hörðu, ef þú ferði í net worth, hvað heitir hann? Ég þarf að veða hann heitir Lars eitthvað. Lars Tröjvon Ingvar Kamprad. Ingvar Kamprad, oh my god, veistu? Af því að hann er einn af 3 ríkustu mönnum í heimi. Svo skrifur net worth og hann á 43 biljarda. Miljard. 44,2. Bittu. Hvernig þýðir maður miljón og miljardur? Og biljón. Það er biljón í íslensku líka. Á ennsku er það million, billion, trillion. Million, billion, trillion. Minni mig. Það er nýja nafnið mitt, útásnafnið mitt. Million, billion, trillion hérna með ykkur í bítið. Við ætlum að henda okkur í nokkur lög í dag. Ég var að hlusta á Sigga lög í gær. Já. IKEA. Nei, þú gerir þetta ekki. Ég gerir þetta. Oh my god, út með þig. Nei, IKEA. Nú gerir ég þetta líka. Svo lengi sem það ger Taco Bell. Já, ég var búin að gleyma því. Ég þarf að púla það út úr raskatunum mér einhvern tíma við tækifæri. Varstu ABBA maður? Ég er ABBA maður. Það? Ég hef með sér að tekka á mig til að fara í Singstar og taka ABBA-leikinn sko. Þetta er svolítið Þetta var náttúrulega uppáhalds hljómsveitarnar mömmu og þetta var að spila rosalega mikið heima. Þetta er svolítið hrífandi sko. Veistu, komst á því, ég hætti að hlusta á tónlist á tímabili. Það er bara núna nýlega sem ég byrjar að hlusta aftur á tónlist. Ok. Sem er mjög skrítið af því að ég hef alltaf verið með svona tónlistar en blöð sem að bara við blætti út á tímabili. Ég veit ekki hvað gerðist. Það fylgir þessu stressi sko. Já. Svo náttúrulega fann ég áhuga minn í útvarpsgerð og podcastgerð. Og svo náttúrulega þetta challenge að vera alltaf að gera nýtt og nýtt lag. Það var náttúrulega skrifast náttúrulega bara mig sko. Heldur þá kannski að ég hafi ekki viljað fá áhrif frá, það geti verið sko. Af því að ég vil ekki stela neinu frá neinum. Heldur að ég hafi bara hægt að hlusta til þess að vera með eins fresh tónlist og ég. En það er náttúrulega máli sko, ef þú heyrir eitthvað lag og hlustar, ok, þetta er ekki flott partur. Ef hann yrði svona þá er það flottari. Það er rosalega erfitt núna í dag að búa til lag sem er hljómar algjörlega fresh. Er það ástæðan fyrir að tónlist er bara orðin eitthvað rugg í dag? Já. Nei. Ekki bibbidi-babbidi. Ég er að tala um, þú veist, einhverja bara fáránlega synþar sem er ekki einu sinni. Nei, þetta er bara, þetta er tegund af tónlist sem hefur alltaf verið. En hefur bara verið undir öll öðru, því hitt hefur verið svo svakalega vinsælt. Já. En núna er það að koma fram meira af því að það er nýja tónlistin. Já. Það er öðruvísi. Það er öðruvísi, fólk er að fíla það allt og mikið, sko. Já, nýja kynslóðin, sko. Ég veit að og gömlega karlarnir sem vilja vera ungir. Bara, þú veist hver Logan Paul er og þetta. Já. Battery. Ég þólega. Sko, leið og þú skóhorn af því að það er svona diss track við þetta er ömurlegur aðli. Þetta er litli bróður hans. Já, þetta er Jake. Já, ok. Hann er svo mikið dick. Þeir eru ógeðslegir, veistu, hann gæti ekki einu svona bakka bróður sinni upp þegar hann veistu hvað gerðist í Japan að ekki? Jú. Logan Paul skeitt upp á bak þegar hann myndaði látinn mann, nokkuð nýlega látinn mann. Og ég er ekki að fara þangað aftur, ég er bara að segja hvernig YouTube brást við, skilurðu, að þú veist, allir aðrir
hefði bara mist accountið sinn og bara lokað for life, skilur, eins og gert á Steam. Það hefur gert við marga á YouTube. Mjög marga. En af því að hann er nummer 1 vinsalastur, þú veist 174, ekki hann, heldur Logan. Bróður Til dæmis þetta drasl er með 174 miljón views sem er bara kjaftaði. Hvað heldur hann sé að fá mikið pening fyrir? Hann fær, þú veist, líka bara að horfa frá manni. Þetta er aðeins sem hann langar bara að lemja. Hann er með mjög lemjalegt Hann var ótrúlega illa með kæðisuna sína. Var alltaf vonduð við hana. Já. Þetta er sko. Og þakkaði niður í hann meðan þau voru saman, sko. Var það? Já. Allavega, sko, Logan Paul skate í Japan. Hann var bara með, þú veist, ok, það var einhver sem að kom með þá pælingu ekki pælingu heldur, sagði, ok, Logan hann hérna var bara fíblast út á götu í Japan. Hann var með þvílíka vanvirðingu og hann er bara vloggari. Já. Og svo var tekið dæmi, þú veist, hvað með Jackass fór hérna og var með læti og gera allt vitlust. Það er production, þú veist. Það er, þeir fá leyfi og allt svona. Þó þeir hægir sinni svo fíbl, þá er þeir ekki að kasta einhverjum hérna boltum í bíla og setja, veistu hvað, hann setti fisk. Hann keypti fisk einhver staðar, hann Logan, og kasta honum í einhver taxa, einhvern leigubíl bara, og hljóf svo bara í burtu á þess að útskýra neitt. Samt sko, svona hlutir eru ekki leiknir en eins og leis, en svo er litna allir sem falda myndavélar, svo fyrir ántur við það hjá þessum gaurum. Það er allt tekið, það er allt prodúserað og það er ekki það í alvöru. Joey Salads var eitthvað, þú veist, Joey Salads er einn af þeim verstu og hann er svona pranker með svona skipul og það eru allt og margir hana út á YouTube sem eru að fíblast með þetta. Já. Af því að þetta gefur manni. Svo er eins og hérna múla. Það er hérna aðeili sem að var hann leið þessu og fór actually að hrekkja fólk. Já, fór bara úr því að feika í að... Nei, hann var alveg í þessu, svo hann bara sá þetta, var hann leiður á hvað fólk veldi að feika. Fór bara í álfur að, hann sá okkur parur að kissast, tók teip og teipaði hringinu og hljófburtu. Ok. Hérna gitti niður fólk hljófburtu, hendi út í tjötn og eitthvað, svona álfur. Það er gróft. Já, hann er svaklega grófur. Fór niður rúlustæði með tertu. Já, ég búin að sjá mest allt af þessu. Er það ekki feikað? Það er ekki feik. Þetta er aðeins sem hefur verið tekinn og bara sagt það fyrir allt og... Wow. Þú veist, hann er millennial, klálega. Nei. Við erum millennial. Ég kann þetta ekki ennþá. Ég veit ekki munin. Er ekki nýjast að það er hérna er ekki seta? Jú. Það er XY og síðan kemur seta þarna. Já. Þetta er allt Generation Seta. Æ, sko. Er verið að fylgjast með okkur nútið eða? Ég held það. Ég veit það ekki. Það er bílaður fyrir gluggan hjá okkur. Búin að vera þetta í smá tíma, sko. Það sem er snæpera. Hann er kannski... Er ég með laser á enninu eða? Jep. Shit. Ég held það. Ég er ekki indurinn, sko. En hérna, já. Mér finnst þetta einhvern veginn vera, þú veist. Þess vegna langar mig að breyta þessu inn í borgarnesi. Já, mig. Ég get ekki gert það. Ég er með kvíðaröskun og alls konar. Þú veist. Já. Mæti bara í vinnun og fyrir svo hlaupabretti og borða á sér. Veistu hvað ég borða núna? Hvað borðar þú? Ég borða Súran mat. Þetta var nú bara svindldagur hjá mér, sko. Smá svindldagur hjá mér að fá mér hérna korni og netur súrar. Ég kaupi svona þetta er hvað er oatmeal? Ég er búin að gleyma. Hafragrautsstykki. Já. Ok, hafragrautsstykki. Svo kaupi ég natural netusmjör, mjúkt og mjólk. Þetta borða ég 2 svar yfir nóttina. Svo fæ ég mig góða kannski steik eða eitthvað haldagatt. Og hérna eitthvað haldagatt anti-vegan. Eitthvað anti-vegan, já, ég vil ekki sjá það helviti. En hérna ég veit ekki hvað það sé að spá. Þetta borða ég og mér líður bara miklu betur. Og ég, þegar þetta er komið, þú veist, gefum þessi 3 mánuði eða eitthvað, sjá hvernig gengur, þá mun ég gefa út bók. Já. Segir hann á beri borðið. Eins og allir sem að hérna hafa sýnt einhvern árangur
Segi ég. Hann bara 5 dagar liðnir. Já. 6. En þetta meina það byrjar allt á 5-6 dögum. Já, ég þarf bara að Þú gera getur ekki byrjað á eftir þessum 5-6 dögum. Nei. 15 dagi viðbót í röð, þá er þetta komið í vana. Þá get ég ekki hætt. Þetta er alltaf erfiðast fyrstu 21 dagur, 21. Þá er þetta bara easy peasy. Easy peasy, breezy og allt það sem það segir það. En þetta er nú svona. Herru, við erum að fara að gera a cappella. Acapella. Ekki. En þá kemur það hvað eigum við að syngja a cappella. Það er bara spurning sko. A cappella nokkru sinni búin að syngja í Borgarnes. Það er alveg svolítið þreytt. Það er svolítið þreytt. Hvað með eitthvað sem ég hef aldrei heyrt? A cappella víkingarlag. Ég er náttúrulega að fara að hugsa a cappella írslag. En þá erum við að stela drykkjuhugmyndinni sko. Já, þá erum við að stela drykkjuhugmyndinni. Ok, a cappella víkingalag. Ok. Þeir eru rosalega mikið með þarna og stjúpu bakgrunnin þar. Aha. Og trommurnar auðveldar. Já. Ég held að, það ekki bara klift og skorið? Eitthvað víkingalag. Eitthvað víkingatexti. A cappella. Víkinga a cappella. Víkinga/þjóðsögu. Þjóðsögu a cappella. Þá getur gett flottari texta þetta. Ég náttúrulega veit ekkert seni Íslands. Það er hérna Geir, nei ég get ekki slegið bakar, hann er ekki hérna. Þá getur talað um Geir. Já. Hann náttúrulega þekkir alla sögur hérna á sveðinu. Við höfum aldrei sett, já það er náttúrulega kannski, það er ekki regla fyrir maður setur á reglu, en að fá aðstoð frá okkur öðrum er það leyfilegt. Í þessu tilfelli kannski. Mér langar að taka einhvern veginn framtíðinu að fá einhvern annan til að syngja með okkur. Ok. En með textasmíði og svoleiðis, með textasmíði finnst mér að vera lagi. Ok. Við fá hugmyndir og svoleiðis. Já. En ekki láta einhvern gera tónlistana fyrir þig, ekki einhvern semja textan fyrir þig og ekki einhvern syngja fyrir þig. Ok. Já, þannig að þú ert í rauninni að pródúsera sjálfur Það er alveg regla sem ég sett fyrir mig allavega. Þú verður hvað þú gerir. Já. Ég hef nú bara gert þetta sjálfur sko. Já, það er alltaf skemmtilegt að gera þetta sjálfur. Á síðustu stundu. Alltaf. Oftar en ekki. Það er bara þannig. En við allavega erum komin aftur og það verður þáttur næstu viku. Jú. Og hver heldur að ég lögum ekki kannski bara á einhverju öðru atriði hérna? Þetta sítrónu súra. Ég er að spá að koma með eitthvað á móti sko. Hvað með samlóku hugmyndina? Hefur búin til samlókur með alls konar gúrmi. Já, það fór aldrei í gegn. Nei, af því að þátturinn sem þátti að vera í fór í eitthvað. Ég man það ekki. Ætli það ekki verið einn af þessum svo hef ég gefið mig eitthvað. Ég minni það. Á mér að kenna. Ó já. En hérna við erum að prófa hérna nýtt. Við erum komin í, eins og ég segi, 3. skipti í dag, stereo. Við erum með hágæða GoPro vélar. Við erum með kanínur þegar þið viljið. Við erum með drykki. Við erum með allt sem ykkur dreymir en við erum samt ekki farin að fá feedback neitt. Fáum aldrei feedback. Jóhann Lindir er þá mjög spenntur fyrir þetta. Ok. Sem er mjög gott. Jú, það er líka fleiri. Það er hérna Friðrik Árni og svo líka Magnús. Varst þú hættur að auglýsa þáttinn? Ég er náttúrulega búin að vera full í þessu hinnidótinu. Rétt. Nei, menn, hvernig auglýsir þetta þessu? En bara, það skiptir ekki máli. Ég ætla ekki að segja þér hvernig ég gerir hlutina, Bjarni. Þá fyrir þú að gera það. Svo fann ég podcastarás á netinu sem að ég get hent upp RSS feed, þannig að þið þurfið ekki alltaf að horfa á þetta á YouTube. Podbean, segi ykkur meira frá því. Síðar. Gæði, kjarnafæði. Hoppið verið að skatta á okkur. Bye.